Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 12. janúar árið 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness númer 1325. Mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar, það Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson og Ólafur Adolfsson og einnig situr fundinn Guðjón Viðar Guðjónsson, varabæjarfulltrúi í fjarveru bæjarfulltrúar Báru Daðadóttur. Jafnframt sitja þennan fund þeir Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar og óska bæjarfulltrúum gleðilegs árs og velkomin til starfa aftur í bæjarstjórn á nýju ári. Og áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísan til sérliðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar að tekin verði inn með afbrigðum 3 mál inn á þennan fund. Það í fyrsta lagi mál númer 2101-0810 sem Semes-verksmiðjan sem það mál númer 5. Ykkur andmæli við því að taka það málinn á fundinn? Svo ekki og skoðast þá samþykkt. Í öðru lagi mál númer 2002-293 Grjótkelduflói landamerki. Ykkur sem andmæli því að það komi inn á fundinn? Svo ekki og það skoðast á samþykkt. Og í þriðja lagi mál númer 2101-002 fundagerðir bæjarráðs á árinu 2021. Og ykkur andmæli við því? Nei. Svo ekki. Þessi mál verða þá á dagskrá númer 5, 6 og 8. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.01.243 endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. Og hér leikur fyrir erindi frá Brú lífeyrissjóði og endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar og forseti leggur til að bæjarstjórn fresti afgreiðslu þessa máls og leita eftir áliti bæjarfulltrúa á því og býð þá upp á að menn kveði sér hljóðs ef þeir vilja. Einhver sem andmæli því að afgreiðslu þessa máls verði frestað? Svo ekki og það skoðast á samþykkt. Afgreiðslu málsins frestað og óska eftir að það verði fært til bókar. Þá förum við í annað mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 20.05.060 jafnlaunavottun úttekt. Bæjarstjórn Akraness vísaði jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar til umsagnar í bæjarráði, fagráðum, ungmennaráði og öldungaráði Akraness á fundi sínu þann 8. september síðastliðinn. Umsagnir liggja nú fyrir og því stefnan hér lögð fram til endanlegra samþykktar og orðið laust jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar. Það enginn sem að kveði sér hljóðs og þá legg ég jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar hér fram til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar sem lögði fram hér á þessu fundi bennir að gefa merki. Ég sé ekki bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur í mynd. Kannski bara skrifar í tjattið atkvæðið sitt. Já, það kom já og þá þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðja mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.06.182 langtímaveikindi starfsmanna á árinu 2020
veikindapottur. Bæjarráð samþykkti úthlutun fjármuna vegna kostnaðar stofnana Akraneskaupstaðar við aflýsingar vegna veikindaforfalla starfsmanna á árinu 2020 á fundi sínu þann 17. desember síðastliðinn. Úthlutunin vegna tímabilsins 1. júlí til og með 31. desember og nemur samtals 21.474.880 krónum. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 36 að framangreindri fjárhæð og vísar honum til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið laust þennan fundalið og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fá að víkja fundi á meðan á afgreiðslu þessa máls stendur vegna þess að ég vanhæf í þessu máli. Þannig að ég slekk á myndavél og hljóðnema og fæ einhver skilaboð frá bæjarfulltrúum það þegar ég má koma á fundin aftur. Gangi ykkur vel. Það óskast á fært til bókar að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir víkur á fundi við afgreiðslu þessa máls og orðið þá aftur laust og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við tökum núna fyrir eina ferðina enn viðauka til að afgreiða vegna langtímaveikinda. Við gerum mér fulla grein fyrir því að við í sjálfsögðu höfum ekki mikið val fyrir frekar heldur en áður en að hleypa þessi gegn, en í umræðinu í sumar þá kom ég inn á það að það væri æskilegt að við svona skoðum hvað að gerast í þessum málum hjá okkur. Mig langar svona að ef einhver getur svara því hvort að einhver svoleiðis vinna komin í gang. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust ef einhver vill grípa. Og það enginn sem að biður orðið. Ég hef kannski ekki beinlínis svar við spurningu bæjarfulltrúans Einars Brandssonar, en mun að sjálfsögðu bara taka þetta með mér áfram og við reynum að svona taka það saman, það sem að verið að hugsa og verið að gera í þessum málum. En eitt af því það sem að verið að gera hjá Akraneskaupstað núna eins og bæjarfulltrúar vita og var samhljómur í bæjarstjórn ráðning bæjarfulltrúa sem að svona vonandi að minnsta kosti skref í þá átt að við fáum þarna bara fagmann til starfa með reynslu og þekkingu til þess að hjálpa okkur einmitt við það að fá heildarsýn yfir þessa hluti. Meðal annars þetta með veikindaforföllin og kostnaðinn sem að við erum alveg sammála að var mikill á síðasta ári vegna aflýsinga vegna veikindaforfalla. Þannig að þar erum við að minnsta kosti að stíga skref í þá átt að við svona fáum einhverja heildarsýn yfir málið og getum svona áttað okkur á því hvaða sem að gerast. Þetta bara, erum við bara svona óheppin
sem sagt, réttara sagt, starfsfólkið okkar bara svona óheppið að hvað var það veikindi, eða þurfum við að skoða hluti eins og bara álag og annað inn á stofnunum á starfsfólkinu okkar. Og þarna held ég að við séum að fá mjög hæfa manneskju til okkar sem að gæti orðið okkur mikil og dýrmæt aðstoð við að reyna átt okkur á stöðu mála. Og orðið aftur laust. Það enginn sem að óskar eftir að ræða málið frekar, þannig að þá göngum við til atkvæðagreiðslu og erum hér að leggja fram viðauka númer 36 við fjárhagsáætlun síðasta árs, og þeir sem samþykkja viðauka númer 36 þá beinir að gefa merki. Og það einhver á móti. Það enginn á móti, þannig að það eru 7 atkvæði sem að ég taldi. Einn bæjarfulltrúi situr hjá og viðaukinn skoðast á samþykktur og við bjóðum bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur þá að koma og taka sæti á fundinum á ný. Þá orðið fullskipað að nýju og við förum í næsta fundarlið, það 4. fundarliður, hefur málsnúmerið 2004-011, COVID-19, rekstur íþróttafélaga. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 35 vegna úthlutunar fjármagns til íþróttafélaga hjá Íþróttabandalagi Akraness vegna COVID-19 áhrifa á árinu 2020 á fundi sínu þann 17. desember síðastliðinn. Heildarúthlutunin 10 milljónir króna, færð á liðin 06 750 594 og mætt af liðinum 13 080 1691 og hefur því ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu Akraneskaupstaðar. Og orðið laust þennan fundarlið. Og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem var orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tók ekki þátt í afgreiðslu á þessu máli í bæjarráði þar sem að ég í forsvari fyrir íþróttafélag hér í bæ sem á kannski ákveðið tilkall til þessar fjármuna, þannig ég ætla að óska eftir því að fá að víkja af fundunum undir þessum lið og geri slíkt í sama og Elsa Lára gerði hér áðan í fundarliðinu. Þannig að ég fæ kannski blikk á Messenger þegar þetta búið. Takk. Það óskast á fært til bókar að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir víkur af fundi við afgreiðslu þessa máls og orðið þá aftur laust 4. fundarlið. Já, best að koma hér á framfæri smá leiðréttingu. Það var misvitun í fundadagskrá að tegundalykillinn sem að þessi úthlutun færð á 067
5948 og vantaði þarna eina tölu í tegundarlykilinn og rétt skal vera rétt. En það enginn sem óskar eftir að ræða þetta mál frekar, þannig að þá legg ég þetta hér fram til atkvæðagreiðslu og þetta þá viðauki númer 35 sem að hér lagði fram og þessi samþykki hann beðnir að gefa merki. Einhver á móti? Hann samþyktur með 8 atkvæðum, ef ég taldi rétt. Og þá átt að bjóða bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur aftur inn á fundinn. Og þá aftur fullskipað á fundinum að 9 og við förum í næsta fundalið sem að þá sá fyrsti af þeim sem að hér voru teknir inn með afbrigðum í upphafi fundar. 5. fundaliður, málsnúmer 21010810 Sementsverksmiðjan, en óhapp varð hjá Sementsverksmiðjunni þriðjudaginn 5. janúar síðastliðinn og tjón hlaust af á nálægum bílum og mannvirkjum. Forsvarsmenn Sementsverksmiðjunnar komu fyrir sameiginlegan fund skipulags- og umhverfissviðs eða skipulags- og umhverfisráðs og bæjarráðs til að skýra ástæði fyrir atburðinum og viðbrögð fyrirtækisins vegna þess þann 11. janúar síðastliðinn. Og orðið laust þennan fundalið. Einhver sem að óskar eftir að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir að biðja orðið sýnist mér. Gjörðu svo vel, Elsa. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég að finna hérna þessu vont að ég næ ekki að tengja báða skjáina saman hérna í tölvunni, það smátækni brasa mér þegar að koma. Hvernig ætla ég að gera þetta? Það sem ég vil kannski bara byrja á að segja að það frekar miður að þetta óhapp hafi orðið hjá Sementsverksmiðjunni en ég vil bara nýta þetta tækifæri opinberlega og þakka forsvarsmönnum þeim Gunnari Sigurðssyni, framkvæmdastjóra Sementsverksmiðjunnar og Þorsteini Víglundssyni, stjórnarformanni, fyrir að koma á þennan sameiginlega fund sem að við áttum í skipulagsráðinu og bæjarráðinu í gær. Og á þeim fundi fóru þeir vel yfir í rauninni hvað gerðist þessa nótt og svöruðu spurningum þessara ráðsmanna eða þeirra bæjarfulltrúa sem að sátu þennan fund og bara þakka þeim fyrir það og það alveg ljóst að þetta óhapp á sér stað þarna undir morgun. Bæjarfulltrúar kölluðu eftir upplýsingum það í rauninni hversu í rauninni af hverju í rauninni brugðist var við svona löngu eftir rauninni óhappið átti sér stað og það hefur fengu skýringar á því að í rauninni bara mannlegu mistök hafi verið að ræða og það hefur verið unnið að því hörðum höndum frá því að þessi mistök átti sér stað og þetta alvarlega atvik að því að yfirfara verkferla og endurskoða hluti og lagfæra og unnið í samstarfi við Vátryggingafélag Íslands eða VÍS, slökkvilið og bæjaryfirvöld að því að vinna á þessum málum.
það mikilvægt fyrir okkar samfélag, þá íbúa sem að þarna búa, bæinn sjálfan og hagsmuni hans, að hluti sem þessir endurtaki sig ekki. Ég vil segja það kannski líka bara fyrir mitt leyti að svona þegar maður lítur tilbaka þá hefði kannski hefði ég sjálf persónulega átt að kalla bæjarráð fyrir saman og vegna málsins en við höfum fundið í gær og vissulega hefði verið betra að hittast fyrr. En síðan það nú líka svoleiðis að þegar svona gerist að fólk þarf að ná utanum það sem komið hefur upp á og átta svo stöðinni, en þetta líka mál sem við held að við höfum öll lært af og vona auðvitað, við þurfum ekki að standa í þessum sporum aftur, en það allavega eitt og sér að upplýsingaflæði bæði frá SMS-verksmiðjunni og jafnvel okkur hefði mátt vera betra til íbúa og fyrirtækja á því svæði sem umræðir og bara til íbúa samfélagsins því að það var mörgum brugðið og mælirinn fullur hjá mörgum líka vegna þessa. Þannig að ég bara, það var bara alveg tímabært að þessi fundur væri í gær. Mér fannst fundurinn góður, við fá svör með mörgum spurningum og ég vil bara þakka fyrir það og já, en lít þetta óhapp mjög alvarlegum augum og gat ekki skilið það öðruvísi heldur en svo að forsvarsmenn SMS-verksmiðjunnar gerðu það líka. Og já, og ég vil bara kannski líka segja það að mér finnst mjög mikilvægt að þeim málum sem og þeim aðilum sem að hlutu tjón hvað þetta varðar, að þeim mál séu opin til lengri tíma og það eru líka bara þannig með hluti sem þessa að það kannski ekki fyrir en seinna og þegar tíminn líður að við sjáum raunverulega áhrif þessa, þannig að það mikilvægt þetta samstarf við Vátryggingafélagið og í þessum efnum. Þannig að já, ég ætla að láta þetta gott heita svo stöddu. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur beðið orðið. Guðjón, gjörðu svo vel. Ég hérna. Heyrið mér núna? Heyrðu, jæja, forseti, bæjarfulltrúar sem aðrir á okkur hlýða. Ég svona, að ég maður nú þekki nú aðeins eins og Vestmiðu, var nú hann í nokkur ár og svona langar að forvitna svona ýmsa hluti sem að ég var ekki á þessum fundi í gær, hefði kannski viljað spyrja svona ýmissa spurninga. En það eitt sem að tala mannleg mistök. Ég veit ekki hvað getur svarað þessum spurningum, það er gaman að vita hver þau eru. Það getur orðið af mistök en búnaði getur líka, hann getur líka klikkað sko og hann getur bilað og ég hef sko þetta virkar þannig að þarna þegar kemur skip með farmasementi, kemur hann að landi, þá er að skipið sementunni dælt frá skipinu, það er stjórnað það og það eru svona rúm 100 tonn á klukkutíma sem hefur verið að dæla að sementi í land, þannig að það þarf ekki að líða langur tími þangað til að allt orðið kjaftfullt og skaðinn skeður sko. En ég að spá í með eftirlit með búnaði. Þegar ég var þarna þá var alltaf eftirlit á öllum þessu búnaði. Hvort að þeir svöruðu því að því hafi verið fylgt nógu vel eftir, hvort að sé reglulegt eftirlit,
Og svo þegar maður les nú hérna eftir hennar fundi gær hvað þeir ætla að gera þá virðist þeir vera að fara að taka inn í verkferlana þetta eftirlit. Það spyrir hvort að þetta hafi ekki verið og svo meira það sem maður svona lesi í það sem þeir ætla að gera að hérna maður getur svona sem lesi í hver þessi mannlega mistök voru en það er betra að fá það svar en það er þetta og svona helst svona sem ég vilja vita en svo líka í þessu þegar er svona verið að það er eiginlega tvöfalt eða þrefalt kerfi í þessu að þegar að vera að dæla henni í land og allt fyllist þá á líka að vera viðvörun sem lætur við vita niður á bryggju og þeir sem eru að dæla í skipinu þeir eiga líka að sjá það. Brást þetta kerfi, fenguðu svarið þessu öllu saman eða hvað brást í þessu öllu saman? Þetta er svona allavega þetta, ég ætla að láta þetta duga í bili, ég vona að ég fá eitthvað svör við þessu svona. Takk fyrir. Takk fyrir. Fulltrúi Guðjón V. Guðjónsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust ef ykkur vill grípa. Og bæjarstjóri Sævar Freyr óskar eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel, Sævar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á Hlíða bara til þess að koma með eftir bestu getu endursögu á því hvað gerðist nákvæmlega og Guðjón sem að þekkir örugglega betur til þessara mála heldur bæjarstjóri virðir viljan fyrir verkið að reyna að útskýra það sem var sagt þarna í gær. Í stuttu máli að þá er þetta svona eftir minni útskýrt þannig fyrir okkur að það er verið að dæla sementurinn með lofti eftir þessari tengibyggingu og það er hérna ákveðin vifta og filter sem að koma í veg fyrir hérna það að sementið fari eitthvað annað en ofan í sílóin. Þau þurfa það bil 2 metra borð fyrir ofan í sílónum til þess að það er virki sem skyldi og það kemur upp viðvörunarljós og það eru samskipti á milli vaktmanna í sílónum og í skipinu. Þeir eru metað þannig að þeir fá fyrsta viðvörunarljós að það sé óhætt að halda áfram af því að það lítið að sementi eftir í skipinu. Svo kemur það aftur upp eftir hálftíma og það er ennþá það lítið eftir að það var talið að þetta myndi ganga allt saman upp. Svo klárast fyrir henni dælingin, sílóið fyllist. Síðan er verið að keyra í rauninni ákveðið loft áfram til þess að klára hreinsa í rauninni út úr allt sement í loftrörunum. Og við það þá fer sement, það þyrlast upp svokallað svokallaða mælistúta sem eru fyrir ofan eða efst ofan á þrónum. Þar er lok sem var bundið niður með reipi sem að gefur sig við yfirþrýsting og í stað þess að halda í rauninni sementinu inni að við þennan yfirþrýsting og þennan loftblástur að þá þyrlast sementi þarna upp þessa lofthúfu og eins og kemur fram í fréttatilkynningu sem við gáum út í dag hjá Akraneskaupstað þá er núna búið að bolta þessa mælistúta niður eða lokið þannig að það getur ekki gerst ásamt því að ýmiss konar aðrar viðbótarráðstafanir hafa verið gerðar til þess að fylgjast með þessum mælingum. Og ég vona að ég hafi farið rétt með en þetta er svona eins og ég greip þetta í gær. Ég hef lokið máli mínu.
Takk fyrir. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar, forseti bæjarfulltrúar aðrir sem áhlýða. Ég vil bara aðeins bæta við hérna mjög góð yfirferð á Sævar Freyr bæjarstjóra. Ábyrgðin á dælingunni liggur í skipinu. Þeir sjá að dæla og eins og Sævar fóru yfir þá koma meldingar frá vaktmanni Sementsverksmiðjunnar að sílóið sé að fyllast og þarna verða svo mistök í þegar er verið að klára. Bæjarfulltrúi Guðjón kom inn á spurðum eftirlit með búnaði. Við komum inn á það á fundinum í gær og okkur fullvisað það að eftirliti hefur verið mjög gott. Það hefur komið aðili erlendis frá og tekið út búnaði núna einu sinni ári. Við reyndar sögðu að núna út af COVID þá hefði hann ekki komið núna en það væri ekkert sem benti til þess að búnaðurinn væri, hann virkaði ekki sem skildi en það lét hann vita þarna. Svo verða mistökin einmitt að það er haldið áfram, ákvörðun sem er tekin í skipinu. Það var líka farið yfir á fundinum í gær að það er verið að bæta við öryggisbúnaði, auknu myndavéla eftirliti og annað þannig að menn sjái þetta niðri. Þegar vaktstarfsmaðurinn fer upp á sílóin til að athuga með þetta, þá sér hann að það hefur farið sement sem sagt út. En þessi mælistútar sem Sævar Freyr bæjarstjóri talaði áðan eru hluti að þeim fyrir utan húsi, sílóhúsin. Þetta gerist þarna 5:30 morguninn, svartan myrkur og bara því miður þá bara verið að starfsmaðurinn ekki gerir grein fyrir hver dreifingin hefur orðið. Og bara út bæinn. Þeir hefja hreinsun þarna uppi en við förum vel yfir það á fundinum í gær og förum yfir svona möguleika eins og þetta að þegar svona slys verði að þá fari menn kannski og taki stöðutek. Það er kannski eitt af því sem hefur misfærst þarna og eins líka í svona málum að þarna eins og hefur kannski komið í ljós að upplýsingargjöf þurfi að vera miklu betri. Ég held að Sementsverksmiðjan hafi að mörgu leyti staðið sem mjög vel í þessu og tryggingafélagið þeirra sem vís. Það fari strax í það að þarna bílaverkstæði Hjalta Njálssonar og Gísli G. Jónsson, þeir farið það að þrífa bíla. Slökkviliðið fer í að skóla húsum, Mánabraut, Suðurgötu, Kirkjubraut, Heiðagerði, Laugabraut, mjög víða þarna. Síðan eru búin að vera starfsmenn á vegum Gísla Jónssonar og Glersín sem eru búin að vera þarna að kústa hús og þrífa og annað. Og ég held að sé ennþá verið að þrífa bíla og bóna og allan samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá er tryggingafélagið og það kom fram á fundinum í gær, tryggingafélagið er núna á fullu að skoða og meta tjón á húseignum og annað. Þetta náttúrulega kannski þannig að tjónið kannski kemur ekki í ljós alveg strax en og mikið verk framundan hjá tryggingafélaginu að skoða þetta allt og meta. En ég held að fyrst og fremst eigum við sem bæjarfélag að draga lærdóm að þessu. Þetta getur eins og komið fram, þetta bara mannleg mistök og þetta er slys. Þau geta gerst allstaðar. En við eigum og ég held að þarna hafum við svo sem kannski staðið okkur ágætlega. Það er erfitt líka fyrir okkur sem bæjarfélag og starfsmenn á bæjarskrifstofuna að stíga fram með einhverjar upplýsingar sem kannski liggja ekki alveg fyrir. Það er líka mjög slæmt að fara á stað upplýsingar frá yfirvöldum sem eru kannski ekki alveg réttar. Í svona málum þarf stundum aðeins að stíga varlega til jarðar og leyfa sementin að setjast. Og ég held að allir þeir sem hafa komið að þessu saman hvort að þessi fyrirtæki sem starfa með Vestbyggðan, slökkvilið, starfsmenn og aðrir, ég held þeir eigi hrós skilið. Þetta er náttúrulega mjög bagalegt fyrir þessa sem verða fyrir tjóninu og verða fyrir því að fá þetta yfir sig. Og ég held, svona ég segi, við þurfum kannski að draga helsta lærdóminn af því að það þarf upplýsingar frá fyrirtækjum þurfa að berast miklu hraðar, réttar upplýsingar og íbúar þurfa að geta leitað á okkur staði til þess að afla þessar upplýsingar. Hvað varðar
hvað varðar eins og maður hefur séð í opinberri umræðu að upphrópanir að þarna þessu eigi bara að loka 1 til 10. Það verða nú bara þannig að þegar bærinn gerir samning við Semensverksmiðjuna á sínum tíma yfirtöku á tönkunum og landinu þarna, að þá er verksmiðjan með tankan til 2028. Það er bara hluti af samningnum. Þeir leigja það ekki af bænum heldur, þeir verður raun og veru ekki afhent bæjarvöldum fyrir 2028. Starfsleyfið er til 2028 og ég held bara að við verðum svolítið að leyfa þessu verkefni að klárast og sjá hvernig þetta fer og svo náttúrulega bara tekin umræðan framhaldið, hver framhald verksmiðjunnar þarna eða þessara starfsemi. En eins og ég segi, þeir eru með tankana til 2028 og ég held við eigum að fara að valli að þarna taka einhverja ákvarðanir núna í einhverju einungis út frá þessu. Ég held að þarna, mér finnst þeir vera að standa sig vel í þessu verkefni og kannski hefði mátt gera betur í mörgu öðru í gegnum tíðina en þarna eru þeir að stíga upp held ég. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Guðjón V. Guðjónsson biður orðið aftur. Gjörðu svo vel, Guðjón. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þakka bara bæjarstjóra og Ragnar B. fyrir greinum og svör. Þetta svona skýrir ýmislegt. Þetta mínu huga að það líka bara, maður svona velta fyrir sig ábyrgðinni, hann ábyrgðin líka hjá þeir sem í skipunni því að þeir fara ekki út með slatta, þeir eru að losa sig við þetta og taka bara sénsinn að þeir hafi nóg pláss og einhvern veginn fá þeir greiðarlega með það. En það er þetta með eftirlitið, ég svona setja ennþá spurningum við það hvernig með það, hvernig því verður háttað en þetta segir okkur bara það, þetta getur gerst aftur. Það er bara þannig. En bara takk fyrir þessi svör, þetta skýrir svona miklu betur hlutina heldur en hafa verið. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón V. Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessu fundarlið? Það er enginn sem biður orðið og þá ætla ég að lesa hér tillögu að bókun bæjarstjórnar undir þessu máli og hún er í raun og veru samhljóða bókun bæjarráðs frá þessum fundi með forsvarsmönnum Semensverksmiðjunnar, það er að segja niðurlagi þeirra bókunar og hljóðar þá svona: bæjarstjórn lítur óhappið alvarlegum augum en telur viðbrögð forsvarsmanna Semensverksmiðjunnar til marks að fyrirtæki líti málið sömu augum. Bæjarstjórn leggur áherslu á að þeir aðilar, íbúar og forsvarsmenn fyrirtækja sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni vegna óhapsins fái viðunandi úrlausn sinna mála, sem og að fyrirtækið upplýsi sem best og sem víðast þær ráðstafanir sem gripið hefur verið til í framhaldinu til að lágmarka sem mest áhættuna á því að svona nokkuð geti endurtekið sig. Bæjarstjórn bendir á þann möguleika að nýta heimasíðu Akraneskaupstaðar til upplýsingagjafar til íbúa og annarra ef vilji forsvarsmanna Semensverksmiðjunnar stendur til þess. Einhverjir sem að vilja koma á framfæri athugasemdum varðandi þessa bókun. Það er enginn sem að geri það og þá bara ber ég þetta undir atkvæði fundarmanna, þessi samþykkja það að málið verið afgreitt með þessum hætti, gjörðu svo gefa merki. Og það eru allir bæjarfulltrúar samþykki því. Ég reyndar sé ekki bæjarfulltrúa Kristinn Sveinsson í mynd núna. Nú er það hann sem er dottin út.
það eru 9 atkvæði, allar hendur upp og þar með er 50 fundarliður afgreiddur og við förum í næsta mál, 7. mál á dagskrá, málsnúmerið 20.02.293, Grjótkelduflói landamerki. Bæjarráð fjallaði landamerki við Grjótkelduflóa á fundi sínu þann 11. janúar síðastliðnum og vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Hér sem sagt að ræða landamerki Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar í svokölluðum Grjótkelduflóa. Og orðið laust undir þessu fundalið. Það enginn sem gerir sig líklega til að biðja orðið. Þá ætla ég hér að lesa tillögu að bréfi frá bæjarstjórn Akraneskaupstaðar og til sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar vegna landamerkjanna á þessum stað. Og það hljóðar svo, uppkastið af bréfinu hljóðar svo. Á árinu 2020 áttu sér stað töluverð samskipti milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar vegna tiltekins landskika sem í eigu Akraneskaupstaðar en í Hvalfjarðarsveit. Akraneskaupstaður hefur að ósk Hvalfjarðarsveitar átt samtöl við eigendur nærliggjandi lands og klárað með sérfræðingum yfirlýsingu lögsögumörk milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar sem snerta þetta land, en það í daglegu tali kallað Grjótkelduflói og einnig Slaga. Meðfylgjandi minnisblað landamerki Akraneskaupstaðar austan og norðan Berjadalsár á landamerkjum og lögsögumörkum ásamt myndkorti sem í samræmi við það sem sérfræðingar þjóðskrár vilja. Og þessi gögn eru einnig undir málinu í fundargátt fundamanna. Akraneskaupstaður hefur í þessum samskiptum við Hvalfjarðarsveit upplýst að svæðinu ætlað að hýsa atvinnustarfsemi og þegar lagt í nokkurn kostnað við að þróa hugmyndir til atvinnusköpunar vegna þessa. Jafnframt vinna við endurskoðun og aðalskipulagi Akraneskaupstaðar á lokametrunum sem meðfylgjandi þessu bréfi. Fyrirséð að umtalsverður kostnaður mun fylgja því að vinna að atvinnusköpun á þessu svæði og stendur vilji til þess hjá Akraneskaupstaðar leggjast í þann þróunarkostnað fyrir eigin reikning en geta leið fengið það tilbaka með tekjum á svæðinu. Svo það gangi eftir þarf landið að tilheyra sveitarfélagamörkum Akraneskaupstaðar eða staðarmörkum milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Með vísan til 3. málsgreinar 4. greinar laga sveitarfélög nr. 138/2011 sem tilgreinir staðarmörk sveitarfélaga getur ráðherra breytt mörkum sveitarfélaga ef samkomulag með slíkt milli sveitarfélagana. Til samræmis við þetta óskar bæjarstjórn Akraness eftir því við sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að samkomulag verði gert færslu sveitarfélagamarka. Tillagan sem liggur hér fyrir bæjarstjórn að bæjarstjóra verði falið að ganga frá þessu bréfi og senda það með formlegum hætti til sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar. Þá gef ég orðið laust að nýju. Það enginn sem biður orðið. Þeir sem samþykkja það að bæjarstjórn feli bæjarstjóra að senda þetta erindi sem hér var lesið upp með formlegum hætti til sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar þá vinsamlegar beðnir að gefa merki. Það eru allar hendur á lofti, samþykkt 9-0. Þá förum við í 7. fundarlið.
Hann hefur málsnúmeri 20.01.002, fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020 og hér eru lagðar fram tvær fundargerðir, númer 3444 frá 17. desember síðastliðnum og 3445 frá 23. desember síðastliðnum. Og orðið er laust þessar tvær fundargerðir. Það er enginn sem biður orðið. Það heyrir örugglega í mér, er það ekki? Jú. Það er enginn sem biður orðið og þar með eru þessar tvær fundargerðir bæjarráðs framlagðar. 8. fundarliður, málsnúmeri 21.01.002, var tekið inn með afbrigðum hér í upphafi fundar. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð númer 3446 frá 11. janúar síðastliðnum. Einhver sem vil grípa orðið? Það er enginn sem biður orðið og þar með telst þessi fundargerð framlögð. 9. fundarliður hefur málsnúmeri 21.01.004 til fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð 151. fundar frá 5. janúar síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þar með telst þessi fundargerð framlögð. 10. mál á dagskrá, málsnúmeri 20.01.005, þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lögð fram 183. fundargerð frá 21. desember síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið, gjör svo vel Einar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er hann að liður 6 sem að mér þótti svolítið spennandi og kallaði sem sagt gögnin sem fylgja málinu, allavega opnast ekki í þeim tölvum sem ég hef aðgangað og ég fekk send þessi gögn í pósti og einhvern link til þess að fara inn á það en gat í miður ekki fara inn á þetta. Svona hálf bagalegt ef maður hefur áhuga á einhverjum málum og vill kynna sér þau í rauninni frá upphafi að geta ekki fylgst með því að þau gögn sem er að kynna inn á fundum að þau í rauninni verða að vera aðgengileg fyrir okkur hin sem viljum fylgjast með málunum. Þannig að ég ætla bara að koma því á framfæri að þessi gögn eru ekki aðgengileg en ég hef sérstakann áhuga að fylgjast með þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjör svo vel Ragnar. Takk fyrir. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson minntist þér á mál númer 6 og fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Dalbröð, þjóðbröð, breyting á deiliskipulagi. Leiðilegt ef að það er ekki hægt að opna gögnin, við bregðumst við því. En eins og kemur fram í bókuninni þá samþykktu á fundinum að halda kynningafund með allri bæjarstjórn á nýja ári. Við þurfum bara að finna tíma í það. Þetta er stórt og mikið skipulag og ég held að sé að væri bara gaman ef við getum komið sem flest að því og skoða þetta. Það er Árni Ólafsson, skipulagshönnuður, kom hann með svona fyrstu drög en eftir umræður á fundinum þá ætlaði hann að koma fram líka með fleiri hugmyndir sem verða þá birtar á þessu sameiginlega fundi. Við þurfum bara að finna tíma og á næstu dögum eða næstu vikum. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá aftur laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem gerir vart við sig og skoðast á þessi fundargerð hér með framlögð.
11. fundarliður, málsnúmeri 20.01.003, þetta fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs árið 2020 og lögði fram 142. fundargerð ráðsins frá 16. desember árið 2020 og orðið þá laust þessa fundargerð. Það enginn sem að óskar eftir að tjá sig hana og skoðast hún þá þar með framlögð. 12. fundarliður, málsnúmeri 20.01.003. Þetta einnig fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs nú á árinu 2021 og lögði fram 143. fundargerð ráðsins frá 7. janúar síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það enginn sem biður orðið og skoðast hún þá framlögð. Málsnúmer, næsta dagskrá þá 13. fundarliður, málsnúmer 20.01.015. Þetta fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020 og lögði fram fundargerð stjórnar Orkuveiturnar nr. 297 frá 23. nóvember 2020. Og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem biður orðið og hún skoðast þá framlögð. 14. fundarliður, málsnúmeri 20.02.057, þetta fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2020 og lögði fram fundargerð nr. 189, sem fundargerð stjórnar nr. 892, fundargerð stjórnar nr. 892 frá 11. desember síðastliðnum og orðið laust og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langaði örstutt að reifa kannski eitt mál sem búið að vera kannski aðeins mikið til umræðu innan stjórnar Samband íslenskra sveitarfélaga og það tillaga til landsþings, aukalandsþings sem var núna í desember sem í rauninni á kannski rætur að rekja til erindis frá meðal annars Þresti, sveitarstjóra Grýtubakkahrepps lágmarks íbúa fjölda sveitarfélaga. Og þeir sem þekkja þá aðeins til málsins þá það þannig að nú inni á þingi þetta frumvarp að ekkert sveitarfélag verði með íbúafjölda minni en 1000 íbúa og þetta hefur svo sem verið kannski erfitt fyrir sum sveitarfélög sem eru með færri íbúa og þarna tóku sig nokkur sveitarfélög saman og sendu sambandinu bréf þar sem að þetta var gagnrýnt að sambandi hafi tekið undir þessa tillögu ráðherrans, sveitarstjórnarráðherrans, Sigurðar Inga. En það sem að stjórn sambandsins var í rauninni að gera samt sem áður var að fylgja niðurstöðu landsþings sem var þar á undan sem þetta var samþykkt með meiri hluta atkvæða. Við héldum í stjórninni eftir við fengum þetta bréf frá Þresti í Grýtubakkarhreppi. Við héldum 2 aukafundi þar sem við reifum máli hvort við gætum skoða þetta og leiðbeint kannski ráðherra með kannski einhverjum öðrum nálgunum, hvort það væri hægt að horfa í þetta með einhverjum öðrum takmörkunum, til dæmis út frá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita. Tillaga Þrastar var svo borin upp á þessu auka landsþingi í lok desember, eða upp úr miðjum, og hún var semsagt felld og þannig að nú situr málið þar að þetta bara komið inn í þingið
og mér heyrist að ráðherra sveitarstjórnarmála ætli að keyra þetta óbreytt áfram og fyrir mína parta þá fagna ég svo sem því að sé ekki verið að rugga bátnum enn frekar og það sé þá tekið tillit til þessara sveitarfélaga sem tóku þátt allavega í fyrstu atkvæðagreiðslunni sem voru þá fleiri heldur en í atkvæðagreiðslunni núna síðast í desember. Þannig að þetta var svona kannski áhugavert fyrir ykkur að heyra sem að sitji hér með mér í bæjarstjórn allavega og það má svo sem kasta ykkur freknum spurningum á mig eða við átt samtal þetta bara í okkar ranni sem sveitarstjórn því að það eru sveitarfélög hér á Vesturlandi sem ná ekki þessum takmörkunum. Þannig að þetta verður áhugavert að sjá en þetta 2026 og það á eftir að fara í gegnum þingið þannig að þetta gæti svo sem tekið breytingum. Þannig ég bara upplýsa ykkur þetta. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og við erum hér að ræða fundargerð sambandsins, stjórnar sambands Íslands og sveitarfélaga frá 11. desember síðastliðnum og orðið þá laust aftur. Fleiri vilja tjá sig hana og bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson biður orðið. Kristinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þakka bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttur fyrir yfirferðina á þessu máli sem hún var að segja okkur frá. Ég hef smá á málinu 2 sem sem sagt áhyggjur af stöðu mála út af MPA-verkefninu. Hvort hún getur gefa okkur einhverjar upplýsingar þetta aðstöðu. Annars það allt í lagi að fá það ef þetta óþægilegt eða hvað ég segja. Það var ágætt að heyra hvað sambandið að spá. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson næstur á mælendaskrá. Ólafur, gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka Rakel Óskarsdóttur fyrir þessa yfirferð á fundargerð sambandsins og ég ætla bara að lýsa því að ég hef mikinn áhuga á því máli mitt sem hún var að reifa og enda búin að hafa það alveg frá því að ég fór á mitt fyrsta landsþing. Þetta búið að vera mál sem búið að vera mjög lengi í skoðun og ég held að það geti enginn neitað því að það afskaplega óhagkvæmt að reka svona mörg sveitarfélög á Íslandi og menn hafa verið að þrátta hvort það væri hægt að endilega binda þetta við einhverja fjöldatakmarkanir á íbúum eða hvort það ætti að horfa til þjónustunar. Og það auðvitað dálítið sérkennilegt þegar maður horfir á það að það skuli vera sveitarfélög á Íslandi sem eru bara litlu stærri en stigagangur í blokk eða litlu fjölmennari heldur stigagangur í blokk. Og að því sit nú hérna á bæjarskrifstofunni núna og horfi hérna út á Stillholt 19 og 21 sem þá reyndar nærri því tvöfalt stærra heldur en það sveitarfélag sem hérna á Vesturlandi og skrifaði meðal annars undir þessa áskorun að hætta við að horfa á íbúafjöldan. Það auðvitað eitthvað skrítið ef að sveitarfélög reka enga þjónustu nema með öðrum sveitarfélögum eða á ábyrgða jafnvel annar sveitarfélaga. Og það skiptir auðvitað máli að sveitarfélög sem eru stærri í dag, sem eru stærri heldur en þessi minnstu sveitarfélög, að þau láti máli sig varða. Og það hefur kannski verið hlutur sem ég hefur fundist vanta að stærri sveitarfélögin hafi ekki tekið þessi mál alvarlega. En þegar mann horfa á þessa fjármuni sem fara í rekstur sveitarfélagana, hvort heldur í gegnum jöfnunarsjóðinn eða annað, þá þetta risa upphæðir. Mér taldist til
að árið 2016 þá hafi það verið rætt á einu þinginu að það kostaði það bil 12,5 milljarða að reka efsta lag sveitarfélagana á Íslandi. Og það alveg peningar sem við getum farið betur með að mínu mati. En mér finnst hins vegar eftirtektarvert að það virðist vera fjara undan hjá stærri sveitarfélagunum varðandi áhugan á þessu máli. Og ég held að atkvæðagreiðslan núna á landsþinginu, hún sýnir það í rauninni að það að minnka áhuginn hjá stærri sveitarfélögum og það mun þá þýða núna fyrir kosningarnar að þetta mál verður ekki afgreitt af þinginu. Þannig að það mikilvægt að stærri sveitarfélögin og ekki síst kannski stjórnarmenn í sambandinu bara stígi fram og ræði af hverju verið á þessari vegferð. Og það var eiginlega sorglegt að fylgjast með því að hér voru blaðagreinar eftir blaðagreinar sem að í rauninni gerði ekkert annað heldur en að útúða formanni sambandsins sem þó var ekki gera neitt annað heldur en að framfylgja ályktunum landsþings. Og það tók enginn upp hanskan til að verja viðkomandi aðila og það þótti mig miður. Og ég vona að stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga muni svara þeim ávirðingum sem hafa verið bornar á viðkomandi aðila. Varðandi kjark þingmanna til að afgreiða þetta mál, þá skiptir auðvitað máli í því sambandi að sveitarstjórnarfólk í stærri sveitarfélögunum haldi þingmönnum við efnið. Þannig að þessi mál verði afgreidd og menn horfi til lengri framtíðar með það að búa til rekstrareiningar sem eru tilbúnar að takast á við þau verkefni sem augljóslega blasir við að sveitarfélög munu taka við þegar framlíða stundir, hvort heldur þjónusta við aldraða eða annað. Þá þýðir ekkert að vera að tala um sveitarfélög sem eru með örfáa 10 íbúa eða jafnvel örfáa 100. Það ljóst að 1000 íbúa markið verður að einhverju stærra, 3.000 til 5.000 íbúa, jafnvel ennþá hærra en það. Við minnumst bara á til dæmis málefni fatlaðra. Þar var horft til 8.000 íbúa marks og þar þurftu sveitarfélög í rauninni að vinna saman. Og því skyldi ekki vera hægt að gera það þannig að sveitarfélögin séu í raun sameinuð. Ég vil líka minnast á eitt í þessu sambandi sem kannski svona birtingamyndin af þessu, að við sjáum Reykjavíkurborg núna vera að koma fram með kröfu á jöfnunarsjóðinn, eða í rauninni á ríkið í gegnum framlög jöfnunarsjóðs, sem að munu þýða væntanlega að ef að jöfnunarsjóðinn á standundi þeim og ekki koma til nýju fjármunir, að það verður stórlega skert það framlag sem mun það fara til annarra sveitarfélaga. Þarna tel ég að Reykjavíkurborg sé að svara bara með mjög skýrum og afdráttarlausum hætti að það voru á síðasta ári sveitarfélög sem að höfðu betur í baráttunni við ríkið og fengu framlög úr jöfnunarsjóði sem þau höfðu raun ekki tilkall til samkvæmt gömlu úthlutunarreglunum reyndist ekki vera byggt á lagaheimild. Ég sé þetta mál vera í rauninni holdgerving af því og ég sé líka það mál verða til þess að það verði minni samstaða og aukin óeining á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Segjandi þetta, þá skiptir þetta líka miklu máli að fyrir þau sveitarfélög sem eru jaðarsveitarfélög og eru pínulítil og munu sameinast í stærri sveitarfélög, þá skiptir þetta máli að íbúarnir hafi samt sem áður mikið sitt hlutskipti að segja og það áskorun og verkefni að tryggja að slíkar einingar hafi einhver völd og geti haft ákvarðanir að minnsta kosti á sitt nærsamfélag að segja. Og það athyglisverð
tilraun í gangi núna fyrir austan þar sem að verður að sameina nokkur sveitarfélög og það eru búin til svokallar heimastjórnir og það verður gaman að skoða hvernig það reynist. Menn eiga örugglega eftir að reka sig á í því og það verður einhverjir barnasjúkdómar á þeirri framkvæmd en vonandi leiðir það til þess að við finnum einhverja leiðir til þess að tryggja að fólk hafi einhverja hlutdeild í ákvarðanatökum sem varðar að minnsta kosti þeirra nærsamfélag. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og næsta á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þóttist vita það að kollegi minn Ólafur Adolfsson myndi taka til máls undir þessari umræðu. Og verð ég nú bara að segja það að við séum þar alveg hjartalega sammála það sem hann fór yfir í sínu máli. Það er líka kannski allt í lagi að árétta það að það voru svo sem heldur ekki öll sveitarfélög sem að skrifu undir þetta erindi sem eru með íbúatöluna færri en 1000 og það eru nokkur þeirra til dæmis bæði hér á Vesturlandi og Suðurlandi sem eru akkurat í viðræðum núna og maður hefur kannski pínulitlar áhyggjur af því. Hvað verður þær viðræður þegar allt verður kannski upp í loft í umræðu í þinginu. Þannig að tíminn leiðir það nú í ljós. Varðandi fyrirspurn Kristins Halls bæjarfulltrúa, varðandi notendastýrða persónulega aðstoð NPA. Þarna var stjórn sambandsins að taka undir bæði bókun og í fundagerðum félagsþjónustu sambandsins sem að fer með öll félagsmálin innan sambandsins og auðvitað snýr þetta bara reynt og beint af fjármunum. Og þar sem að fjármunir eru ekki nægir til að sinna í rauninni því sem að okkur lagt upp með. Þannig að það í rauninni bara klippt og skorið. Svar við því, Kristín Hallur. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og orðið laust aftur fundagerð sambandsins. Ef fleiri vilja leggja orðið í belg. Það enginn sem vil grípa orðið og þar með telst þessi fundagerð stjórnar sambandsins nr. 892 lögð fram. Og fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður og fyrir fundarsetuna og segi þessum fundi slitið.